heiti Viktor og ég ætla að tala endinn í sögunni. Sagan endar þannig að Gróa bara með Brandi og orðin feit og óhamingjusöm og Geirmundur verða ástfanginn og Geirmundur sannar sig. En einn dag býður mamma Geirmunds hann að hitta sig og segir Geirmund að hún hafi haldið við Jóstein prest og Þuríður og Geirmundur séu hálfsystkini. Þuríður verður mjög sorgmædd því að hún elskar Geirmund og vill giftast honum en hún getur það ekki. Hún hættir að borða og verður mjög þunglynd við fréttirnar og liggur bara upp í rúmi. Og svo Geirmundur fer í burtu og verður bara fellibytta og sagan ber enda að Þuríður skrifar Geirmund bréf og vill að hann hætti að drekka en hún getur ekki logið á honum að hún sé ókei. Og svo eitthvað þarna með 3 loga og svo slökknar á kertinu eins með 3 slög á klukkunni og þá kannski verið að segja manni að Þuríður dáin eða eitthvað. En mér finnst sagan ekki hafa neinn annarlega endir, maður veit ekkert hvað gerst eftir söguna. Þetta ekkert svona típiska ameríska ástarsagan sem allt endar alltaf vel einhvern veginn. Maður verður bara að ímynda sér hvað gerist og já, en ég held alltaf að Þuríður deyr og Geirmundur líka. Ef hann hættir ekki að drekka þá hlýtur eitthvað slæmt að gerast. Já. Ég myndi segja að Geirmundur væri eftirminnilegastur. Hann náttúrulega skemmtilegur, sterkur og vinnusamur og vill vel. Mér persónulega hélst að hann væri sterkari persóna en hann breytist í. Breytist náttúrulega í fyllibyttu því hann hafði greinilega nóg að sénsa en auðvitað ömurlegt að fatta að pabbi þinn ekki pabbi þinn og mamma þín hafi haldið við prestin sem þú þekktir sem góða manneskju og var alltaf góð við þig og að besti vinur þinn og kærasta eru hálfsystkini þín. Þetta getur nú kannski ekki verið skemmtilegast að heyra. En já, ég held að hann myndi bara fá sér nýja kærustu og búið til nýtt líf í nýjum sveitabæ en hann breyttist náttúrulega bara í fyllibyttu og eyddi öllum peningum sínum í áfengi og allt þetta en já, svona þetta partur af þessu. Einkenni raunsæjustefnunnar að hlutir eins og þeir eru, það ekki verið að fegra neitt og fólk í sögunni bara venjulegt fólk. Það að verða að segja frá stéttaskiptinni, fátækt og stöðu kvenna og líka hvað það verið falið þegar börn og sérstaklega presturinn átti barn utan hjónabands. En ég hlustaði á bókina og fannst hún ekki neitt sérstaklega flókin. Skrifaði niður persónurnar og þá var auðveldara að muna þetta. Endurinn ekkert spes eins og ég var búinn að segja en já. Nei, mér finnst hún 0 klámfegin og bara nokkrir kossar þó að maður fattir náttúrulega í sumum atriðum að sofa saman. En það sem hefur breyst að fjölskyldan ekki eins heilög og fyrir 100 árum. Það var líka mikil stéttaskipting og fólk var ekki mikið að giftast upp fyrir sig eða niður fyrir sig. Núna gera flestir bara það sem þeir vilja. Konur í dag eru miklu sjálfstæðari og eiga sína peninga og eru ekki eins háðar mönnum sínum. Þær vinna líka úti og krakkarnir í leikskóla eða skóla. Þær eru ekki margar heimavinnandi. Held líka fyrir 100 árum var erfitt að fela ástarsambönd, núna það frekar auðvelt. En já, mér fannst bara þessi áfangi mjög skemmtilegur, ég lærði margt og mikið og ég stóð líka bara frábær kennari og já, ég segi bara takk hérlega fyrir mig og takk fyrir önnina, það var geggjað. Bless.